Komið þið sæl, þetta er Pólitíkin, 50. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Frumvarp forsætisráðherra til stjórnskipunarlaga breytingu á stjórnarskránni var lagt fram á Alþingi í janúar og hefur verið til umræðu bæði á Alþingi og eins í fjölmiðlum. Í frumvarpinu með einhverjum hætti verið að skerpa ákvæði tengd forseta Íslands, þar má finna auðlindaákvæði, náttúruverndarákvæði, ákvæði íslenskt tal og táknmál, séu opinber tungumál sem beri að styðja og vernda ásamt fleiri ákvæðum. Nýverið ritaði Birgir Ármannsson, formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins, grein í Morgunblaðið þar sem hann fjallar frumvarpið út frá álitamálum varðandi forseta og framkvæmdavald. Þar veltir hann meðal annars upp ákvæðum sem varða frumkvæði forseta Íslands að stjórnarathöfnum og í því samhengi meðal annars synjunarreglu forseta. Birgir hefur skrifað fjölmargar greinar stjórnarskrána og tekið virkan þátt í umræðu breytingar á henni. Hann gestur í Pólitíkinni í þessari viku og kominn til að ræða þetta frumvarp. Vertu velkominn, Birgir. Takk hérlega fyrir. Ef við förum fyrst í greinina sem ég vísaði í undir fyrirsögninni álitamál varðandi forseta og framkvæmdavald sem þú ritaðir í Morgunblaðið núna nýverið. Þar nefnir þú í inngangi greinarinnar fyrsta og annan kafla sem fjalla valdheimildir forseta. Getur aðeins farið yfir þessi álitamál sem þú fjallar þarna í greininni? Já, takk. Ég ætlaði nú kannski fyrst að nefna það að hér að ræða afraksturvinnu sem forsætisráðherra og ríkisstjórnin settu af stað í upphafi kjörtímabils og fólst í því að formenn allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi komu saman og hafa verið að vinna þetta í sameiningu og markmiðið var auðvitað það að þarna yrðum að ræða tillögur sem allir gætu sætt sig við. Ég verð að segja að það hljóta að vera ákveðin vonbrigði að það skildi ekki nást sú niðurstaða. Það mun hafa gerst einhvern tíman í ferlinu að það var nokkuð ljóst að allavega varðandi sumaþætti þarna þá næðist ekki samstaða og útkoman var því sú að forsætisráðherra leggur málið einn fram sem auðvitað setur ákveðna óvissu framgang mála. Það má segja að þegar þetta kemur með þessum hætti til þingsins að þá hefur það þann kost að við förum þá í efnislegar umræður öll þau atriði sem þarna eru og náum einhver umræðum það en af því að formennirnir voru ekki búnir að ná saman áður en að frumvarpið lagt fram að þá má segja að allir flokkar og eftir atvikum allir þingmenn koma meira og minna óbundnir til leiks og það auðvitað setur hlutina í annað samhengi heldur en ef það væri að ræða að menn væri búin að ná saman einhverja niðurstöðu eða allavega einhverjar grundvallarlínur áður en að þessu komið. En af því að ég hef kannski í greininni sem þú nefnir og fleiri greinum verið að fjalla sérstaklega forsetakaflann, þá hefur mér fundist að í opinberri umræðu þá vantaði svolítið upp á að sá þáttur væri tekinn fyrir og ræddur. Í gegnum tíðina hefur það verið þannig að þegar að kallað hefur verið eftir breytingum á forsetakaflanum í stjórnarskránni þá hafa menn fræðimenn og stjórnmálamenn sem hafa það fjallað að þá áherslu á að það væri mikilvægt að skerpa aðeins á þeim ákvæðum, færa þau nær framkvæmdinni eða veruleikanum eins og hann hefur verið á lýðveldistímanum og það væri í raun og veru ákvæði stjórnarskrárinnar endurspegluðu þannig í raun og veru betur hinn stjórnskipulega veruleika eða þá stjórnskipun sem ríkir í landinu. Það hefur ekkert verið nein sérstök krafa eða ásókn í það að breyta í grundvallaratriðum eðli embættis forseta Íslands og það má segja að með þessu frumvarpi þá verið að stíga mjög varfærin skref í þessum efnum sem í sjálfu sér allt í lagi svo langt sem það nær. Vandinn hins vegar felst í því að þar með kannski ekki skýrleikinn hafður nægilega mikið í fyrirrúmi og það kannski það atriði sem ég hef sérstaklega vakið athygli á í þessu að með þeim breytingum sem þarna eru lagðar til þá dálítið mikið verið að breyta á atriðum sem í sjálfu sér hafa ekki valdinn sérstökum vandkvæðum eins og til dæmis kjörtímabil forseta eða þess háttar
en það hins vegar látið ógert að takast á við spurningar sem snúa til dæmis að því hvar nákvæmlega liggja mörkin milli valds forseta annars vegar og ráðherra hins vegar. Og það sem ég hef verið að benda á það að það þyrfti að skerpa á þessu og við getum sagt að ef við horfum á synjunarvald forseta gagnvart lagafrumvörpum þá hefur reynslan bæði frá því að Ólafur Ragnar synjaði fjölmiðlalegum staðfestingar 2004 og síðan frá 2010 og 2011 þegar hann synjaði staðfestingar á Icesave frumvörpum sem þá voru í gangi að þau hafa skýrt vafamálin hvað varðar synjunarvald forseta gagnvart lagafrumvörpum. 27. greinin hefur þannig í dag miklu skýrari merkingu heldur hún kannski hafði áður en Ólafur Ragnar fór út í þessar æfingar sínar, hvort sem mönnum finnst þær góðar eða slæmar alls konar skoðanir upp það. En vafamálin sem menn kannski stóðu frammi fyrir á sínu tíma eru ekki fyrir hendi með sama hætti í dag. Það sem hins vegar kannski ennþá óljóst það að hvað miklu leyti forseti getur neitað að staðfesta tillögur ráðherra sem lúta að sviðum sem snerta framkvæmdavaldið. Forseti hefur samkvæmt orðanna hljóðan í stjórnarskránni ákveðið hlutverk gagnvart ýmsum framkvæmdarvaldsathöfnum eða stjórnarathöfnum og það eru aðskiljanlegustu hlutir. Það geta verið milliríkjasamningar, það geta verið skipun embættismanna, náðun og uppgjöf saka og þingrof og í núgildandi stjórnarskrá þá sagt með skýrum hætti að forseti fari með þetta vald. Svo eru aftur önnur ákvæði stjórnarskrárinnar sem í raun og veru gefa til kynna að það sé ekki forseti í raun og veru sem hefur þetta vald heldur ráðherra af því að á einum stað segir forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt, á öðrum stað segir forseti ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og á þriðja stað segir ráðherra ber ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Þannig að í þessu hefur legið ákveðin mótsögn, þetta hefur ekki valdið tiltakanlegum vandræðum nema í algjörum undantekningatilfellum, en þarna hins vegar getum við sagt að sé ákveðin hætta á árekstrum sem ég tel að þurfi að skýra og skerpa á ef menn á annað borð ætla að breyta forsetakaflanum. Ef það á annað borð farið út í þessa endurskoðun á þessum tilteknu ákvæðum stjórnarskrárinnar þá finnst mér að þetta þurfi að vera klárt. Það þarf að vera klárt hvort að forseti sem lætur ráðherra framkvæma vald sitt og ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum geti einfaldlega neitað að staðfesta skipun embættismanns eða geti neitað að staðfesta milliríkjasamning sem ráðherra hefur gert eða það sem kannski hefur oftast reynt á hvort að hann getur neitað að staðfesta tillögu forsætisráðherra þingrof og varðandi þingrófið þá nú komið til móts við það með ákveðnum hætti í þessu frumvarpi. Ég ætla ekki að fara út í það í smáatriðum en mér finnst að það kannski skýri hlutina að hluta til en ekki að öllu leyti. En eftir stendur að mínum mati ákveðin vafi hvað varðar önnur ákvæði. Svo í þessum kafla líka svo sem ýmsar breytingar sem eru bara jákvæðar og ekki að vera neitt umdeildar eins og það að það felld út heimild í 30. grein það að forseti geti ákveðið undanþágur frá lögum sem á sér ákveðna sögulega rætur og hefur ekkert verið beitt en ágætt að losna við það. Eins ágætt að tiltaka með skýrum hætti eins og gert í frumvarpinu að það séu ráðherrar sem leggja fram stjórnarfrumvörp en ekki forseti Íslands. En við getum sagt sem svo að þó að frumvarpið lægi sumt í þessum efnum þá ekki stigið kannski nægilega langt í þeim efnum að skerpa og skýra það sem kann að geta valdið vafa. Ómargt óljóst eftir Já, í raun og veru og þá koma menn á móti og segja ætlunin var ekki að breyta svo miklu en þá segi ég á móti ef við erum að hrófla við þessum kafla núna í fyrsta sinn frá 1944 getum við sætt okkur við það að niðurstaðan verði að þau atriði sem óljós í dag verði óljós áfram. Þannig að
það þyrfti kannski ekki að gera neitt óbúslega mikið til þess að breyta þessum kafla, en ég allavega á því að það þyrfti að laga hann upp á þetta. Vandinn hins vegar sem maður viðurkennir í þessu sambandi náttúrulega sá að þegar við förum að hrófla við ákvæðum af þessu tagi, þá auðvitað vakna spurningar það bara hvaða hugmyndir við höfum forsetaembættið. Á forsetaembættið fyrst og fremst að vera tákgræn tignarstaða, sameiningar tákn þjóðar sem hafið yfir hinnar pólitísku þrætur dagsins í dag, eða það sem við erum að fást við á vettvangi þingsins og í stjórnmálunum almennt, eða á forseti að geta gripið inn í þessar stjórnmálalegu ákvarðanir. Og það auðvitað svolítið viðkvæmt að því að það atriði hafa menn kannski mismunandi hugmyndir. Þannig að alltaf þegar við ætlum að taka einhver lagaákvæði eða stjórnarskrárákvæði og skýra og skerpa, þá getur viðleitnin til þess að skýra hlutina og skerpa orðið til þess að hinnar mismunandi hugmyndir sem menn hafa eðli embættisins og valdheimildir komið fram. Að þá komi upp á yfirborðið einhver ágreiningur sem menn kannski geta hummað fram af sér meðan að réttarstaðan svolítið óljós. En nú þetta sem þú hefur að lýsa með þessi ákvæðum synjun gagnvart stjórnarathöfnum, skipun embættismanna og annað, Já. Ef að formenn stjórnmálaflokkana geta ekki komið sér saman um að skýra þessi atriði sem hefur ekki verið neinn ágreiningur sko. Maður hefur 27. greinin, menn eru svona okkur búin að sætta sig við túlkun og framkvæmd hennar, en það hefur ekki verið neinn ágreiningur það og einhvern dottið það í hug að forseti geti synjað skipun embættismanna sem nú svona einhvers konar hluti af einhverju athöfn sem að ráðherra framkvæmir. Sko. Já, og ráðherra hefur það hlutverk að vinna alla vinnuna í því, taka af skarið og ber ábyrgð á skipun embættismanna. En við getum sagt sem svo að það hefur aldrei reynt á það í lýðveldissögunni að forseti hafi beinlínis neitað að staðfesta skipun embættismanns, en það verður þó að rifja upp að 2017 þá tók núverandi forseti sér nokkra daga til þess að hugsa sig hvort hann ætti að staðfesta skipun landsréttardómara og skilaði reyndar greinargerð sem út af fyrir sig var ágætt það hvers vegna hann kemist að þeirri niðurstöðu að gæti staðfest skipunina. Og það auðvitað gefur til kynna að forseti velti því fyrir sér hvort að hann hafi þetta synjunarvaldið ekki. Og fræðimenn sem hafa fjallað þetta hafa auðvitað bent á að það eru engin úrræði í stjórnskipuninni til þess að knýja forseta til þess að undirrita ef hann vill ekki undirrita. Og ef hann undirritar ekki, hvort sem það milliríkjasamningur eða skipun embættismanns eða hvað eina sem honum falið samkvæmt stjórnarskránni, ef hann neitar að undirrita, þá tekur viðkomandi stjórnarathöfn ekki gildi. Og þá segir maður sem svo, betur felst í þessu einhver regla það að forseti hafi synjunarvald gagnvart stjórnarathöfnum með sama hætti og hann hefur synjunarvald gagnvart lagafrumvörpum. Það ekki skýrt. Það svona, getum við sagt, ákveðin óvissa að þessu leyti, og mér finnst að það væri æskilegt ef við erum að, eins og ég segi, hrófla við þessum kafla yfir höfuð, að þetta væri skýrara heldur en í þessu frumvarpi felst. Svo eins og alltaf gerist í þessu, þá eru fleiri atriði í þessu frumvarpi, og ég nefndi það áðan að það þarna tillögur það að breyta fyrirkomulagi forsetakjörs, taka upp svokallað forgangsröðunarkerfi við forsetakosningar, sem fælist þá væntanlega í því að fólk númeraði frambjóðendur í röð og atkvæði færðust síðan á milli með það að markmiði að á endanum þegar væri búið að reikna sig í gegnum þetta allt saman, þá væri forseti með meiri hluta atkvæða á bakvið sig. Í því sambandi hef ég sagt, ef menn vilja og telja mikilvægt að forseti hafi meiri hluta atkvæða á bakvið sig, þá finnst mér hreinlegra að hafa einhvers konar tveggja umferðakerfi. Það að segja að ef enginn hreinum meiri hluta í fyrstu umferð, að þá verði aftur kosið á milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hljóta. Þannig að
Ég held að það sé, væri hægt að fara það mörgum orðum, ég held að það væri heppilegra að knýja fram meirihluta með slíkum hætti heldur með þessu þessari forgangsröðunar leið sem hefur út af fyrir sig ekki heldur fengið mikla umfjöllun fram að þessu. Þetta var nú eitthvað sem skaut bara upp kollinum í frumvarpi forsætisráðherra á síðustu stigum og var ekki inn í tillögunum sem voru kynntar á samráðsgátt stjórnvalda í fyrrasumar eða annað þess háttar. Þannig að ég vek athygli á að þetta atriði sem þarf að hugsa betur. Að sama skapi spyr ég mig hvers vegna þarna lagt til að kjörtímabil forseta sé lengt úr 4 árum í 6. Ég sagði nú í einhverju grein þetta að þetta var nú kannski meira smekksatriði heldur en að það væri hægt að segja að önnur niðurstaðan væri rétt og hinn röng það hægt að rökstyðja bæði 4 ár og 6 ár en mér finnst allavega ekki svona knýjandi nauðsyn á bak við þessa breytingu. Síðan það hefur ekki mikið verið kallað eftir því Nei, ég menna þetta er einhver hugmynd sem kom upp í tengslu við það að það var lagt til að forseti geti bara setið 2 kjörtímabil og þá var kjörtímabili lengt á móti. Mér skilst að þessar tillögur hafi hangið saman að því leyti. En væri það bara eðlilegra að segja að mætti setja 3 kjörtímabil? Jú, ég menna það mætti alveg gera það. En menn vilja festa sig við 12 ár Já, ég menna en svo má líka spyrja eins og ég gerði einhver staðar þar sem kjörtímabil forseta eru takmörkuð, þar að segja þar sem sagt að forseti megi ekki sitja nema 2 kjörtímabil eða eitthvað þess háttar. Getum hort á Bandaríkin eða Frakkland eða ýmis fleiri lönd sem eru með kjörinn forseta að þá stafar þessi takmörkun hún stafar af því að mönnum finnst óeðlilegt að einn maður hafi svona mikil völd í svona langan tíma. Það er að segja ekki sama við að jafna völdum íslenska forsetans og þessara tveggja sem þú nefnir. Nákvæmlega að við getum sagt sem svo að rökin sem notuð eru fyrir því að takmarka valdatíma forseta í þessum stóru lýðræðisríkjum þar sem forseti hefur mjög mikið völd að þau eiga ekki við með sama hætti hér. Þannig að svona ég allavega set verulegt spurningamerki við þessa breytingu vegna þess að mér finnst að vera í svona ákveðnu ósamræmi við eðli og inntak forsetaembættisins eins og það og hefur þróast hér á landi. Svona að öðrum ákvæðum, það eru 2 nokkuð stór ákvæði þarna inni, það er annars vegar nýtt auðlinda ákvæði í frumvarpinu. Er það fullnægjandi að þínu mati? Menn hafa auðvitað velt í fyrir sér í fyrsta lagi hvort það væri tilefni til þess að setja ákvæði þjóðareign á auðlindum inn í stjórnarskrá yfir höfuð. Ég hef verið þeirra skoðunar og margir aðrir að það fælist í raun og veru í fullveldisrétti þjóðarinnar að þingið og handhafa ríkisvalds gætu setta reglur nýtingu auðlinda landsins sem þörf krefði á hverjum tíma. Þannig að auðlinda ákvæði sem slíkt myndi ekkert endilega bæta miklu við það og við getum sagt sem svo í dag það þannig að auðlinda nýtingu getur Alþingi sett lög sem hafa veruleg áhrif og mikil áhrif á alla auðlindanýtingu í landinu. Þar þarf auðvitað hins vegar að taka tillit til annarra stjórnarskrárákvæða eins og eignarrétt og atvinnufrelsi og fleiri slíka þætti. En all right, ef við sættum okkur við það eða sameinumst þá megin hugmynd að í stjórnarskrá eigi að vera auðlinda ákvæði, þá myndi ég segja að þetta auðlinda ákvæði betra heldur en flestar þær tillögur sem ég hef séð á síðustu árum. Kostirnir við þetta ákvæði eru þeir að þar tiltekið með skýrum hætti að þær auðlindir þjóðarinnar eða þær auðlindir sem ekki eru með einhverjum hætti háðar einkaeignarrétti að þær séu sameign þjóðarinnar og áréttað að handhafa ríkisvaldsins geti sett þær reglur sem
tilefni til á hverjum tíma. Það er jafnframt tekið fram að þessar auðlindir verði þá ekki seldar eða afhentar með varanlegum hætti til einkaaðila. Og ég myndi halda að þeir sem hafa verið að berjast fyrir auðlindaákvæði gætu verið mjög sáttir við þessa niðurstöðu. Gagnrýnin sem hefur komið fram til dæmis á vettvangi Alþingis á þetta finnst mér einkum snúast það að flokkar eða þingmenn sem hafa haft einhverjar tilteknar hugmyndir, einhverjar afmarkaðar skilgreindar hugmyndir það hvernig þeir vilja sjá fyrir sér regluverk á sviði sérstaklega sjávarútvegs, af því að þar hefur kannski ágreiningurinn legið helst, að þeir hafa saknað þess að í þessu ákvæði væri ekki skrifað inn það fyrirkomulag sem þeir helst hefðu kosið auðlindanýtinguna. Við því hef ég sagt í þinginu og annar staðar það er ekkert skrítið að þetta sé ekki þar, af því að það á meira heima í almennum lögum sem Alþingi setur og getur breytt frá einum tíma til annars. Ákvæði í stjórnarskrá sem á að standa langan tíma og á að eiga við allar auðlindir landsins, ekki bara fiskimiðin eða sjávarauðlindina, heldur orku af ýmsu tagi eða hvaða aðrar auðlindir sem okkur dettur í huga nefna. Ákvæðið á að vera almennt, að það mun aldrei geta sett nákvæm fyrirmæli það hvort að á sviði sjávarútvegs beitt fyrirkomulagi tímabundinna samninga eða hvernig gjaldtaka af einstökum greinum eða annað þess háttar. Það á að glíma við í almennri löggjöf, ekki í stjórnarskrá. Og þessi togstreita er náttúrulega það sem hefur kannski verið mest áberandi en frá mínum bæjardyrum séð er þetta ákvæði eins og það er sett fram svona skynsamlegra heldur en flest ákvæði sem gerðar hafa verið tillögur á síðustu árum. Og það er akkúrat út frá þessum kannski tveimur megin sjónarmiðum sem ég hef verið að nefna. Annars vegar að ákvæðið eigi við og geti átt við allar auðlindir, raunverulega líka bara auðlindir sem við þekkjum ekki eða vitum ekki við vitum ekki hvað getur orðið okkur að auðlind eftir einhver ár, skiljum. Og svo hins vegar það að þetta sé ekki það niður njörvað að það þurfa að fara út í einhverja stjórnarskrárbreytingar að menn sjá fyrir sér að það þurfa að breyta auðlindanýtingu á einhverju tilteknu sviði. Það er að segja að þetta sé það almennt og víðtækt að það geti staðið lengri tíma en sé ekki háð einhverjum pólitískum sveiflum frá einum tíma til annars. Þetta verður áhugavert. Það er annað ákvæði þarna sem að ég hef verið aðeins hugsa yfir og það er náttúruverndarákvæðið, 79. greinin, sem að svona fyrir leikmann eins og mig sem er ekki lögfræðingur og hef kannski ekki stúderað þetta mikið, að þá les maður þetta og manni finnst þessi texti vera dálítið almennur. Maður lesu þarna setningu allir eiga rétt til heilnæms umhverfis, hvað með astmasjúklinga, hvernig ætlar ríkið að tryggja það að allir geti verið í heilnæmi umhverfi alltaf, af hverju á það heim í stjórnarskrá, af hverju er það ekki í almennum lögum, síðan er þarna ákvæði för almennings eða almenningi sé heimil för landið og maður hélt einhvern veginn að Jónsbók tæki svolítið á því hvernig sáréttur væri, hver er munurinn á henni og hvaða vægi hefur hún þá eftir þetta ákvæði. Síðan er mælt skal fyrir í lögum inntak og afmörkun almannaréttar. Þegar að það fer þarna inn, af hverju er þá verið að setja setningar sem að í rauninni hafa miklu minna vægi en þessi eina setning, maður skilur ekki alveg þennan texta í stjórnarskrá. Þetta er að því að nú er stjórnarskrá þannig plagg að það er á að vera erfitt að breytinu og það er erfitt að breytinu og hún þarf kannski að vera dálítið að manns mati svona vel ígrunduð. Síðan er þetta eitthvað rétt almennings til upplýsinga umhverfið og rétt almennings til þátttöku í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið og ég velti því fyrir mér, hefur almenningur ekki áhrif með því að kjósa sér sveitarstjórnir sem fara með skipulagsvald, kjósa sér þingmenn sem fara með löggjafarvald og síðan þá eru ráðherrarnir sem fara með framkvæmdavaldi líka í umboði almennings eða umboði Alþingis.
og svo eru stofnanir sem allar að vinna í þágu almennings og sko þetta dálítið sérstakt að lesa þetta. Hverju breytir þetta ákvæði í reynd út frá almennum lögum náttúruvernd, svona þínum mati? Ég veit að þú ber ekki ábyrgð á þessu, þannig ég er ekki að stilla þér upp til að svara fyrir þetta þannig, en ég bara velti því fyrir mér, sko, er þörf á þessu ákvæði svona eins og það þannig? Sko, fyrst vil ég segja, sko, bara til að lýsa ákveðinni ábyrgð á þessu. Ég gengst við því að þetta ákvæði eins og það lítur út er að stórum hluta svipað ákvæði sem ég tók þátt í að vinna með í stjórnarskrárnefnd 2013 til 2016. Þá var svona allaga í gangi þar sem forsætisráðherra þáverandi skipaði stjórnarskrárnefnd sem vann að tillögum afmarkaða þætti stjórnarskrárinnar og útgangspunkturinn hjá okkur var sá að þarna væru lagðar svona almennar línur löggjöf á þessu sviði en á hinn bóginn þá viðurkenndum við líka eða horfumst í augu við það að þau atriði sem eru nefnd í ákvæðinu ef við bara förum efnislega í gegnum þetta eru öll í núgildandi lögum með einum eða öðrum hætti aðallega í náttúruverndarlögum en einnig í lögum sem lúta að skipulagsmálum og öðru slíkum mati á umhverfisáhrifum og fleiri lagabálkum sem þetta gilda. Þannig að í sjálfu sér ef við horfum á þetta ákvæði og reynum að búta það niður og skoða efnisatriðin þá getum við sagt sem svo hér er verið að stjórnarskrá binda ákvæði sem þegar eru í almennum lögum og þeir sem eru kannski mest hrifnir af því að innleiða þetta eða setja þetta inn í stjórnarskrá og segja sem svo já ég minna þar með þá allavega staðfest að það er ekki hægt að breyta lögum tilbaka hvað þetta varðar eða eitthvað þess áttar. Það er svona ákveð, það er svona pólitíkin í þessu sko. En öll þessi efnisatriði sem þarna koma fram bæði hvað varðar almannaréttinn og varðandi góða umgengni landið og rétt almennings til að hafa áhrif og leita réttar síns vegna atriða sem varða náttúruna og umhverfið þau eru þegar fyrir hendi í lögum. Vandinn við þetta ákvæði og ég vonast nú til þess að fá tækifæri til þess að fjalla eitthvað það á vettvangi þingsins á næstunni en vandinn við þetta ákvæði er auðvitað það að það hefur líka í sér svona einhverjar almennar stefnuyfirlýsingar sem eru dálítið loftkenndar og ekki alveg gott að festa hönd á og það er kannski einmitt það fyrsta sem þú nefnir sem varðar rétt almennings til heilnæms umhverfis og þess áttar. Þetta er sko ef við lítum á þetta sem almenna stefnuyfirlýsingu sem eigi ekki að hafa beint gildi að lögum þá er þetta ekki vandamál. Þetta er markmið, jákvætt markmið sem ég hugsa þú finnir ekki nokkurn mann í stjórnmálum sem sko er andvígur þessu markmiði. Vandinn er hins vegar sá að með almennum stefnuyfirlýsingum þá getur verið þá getur að gefa tilefni til lagaþrætu og alls konar vangaveltna það hvernig einstök lög eiga að vera til þess að tryggja þessi markmið nægilega vel og það er auðvitað ákveðin hætta að þegar að ákvæða þessu tagi er fært inn í stjórnarskrá að það geti skapað væntingar eitthvað annað heldur en er í ákvæðinu sjálfu eða er í lögum og það getur gefið tilefni til einhverja málaferla sem í sjálfu sér geta svo aftur leitt til þess að dómstólar fara að kveða upp úr einhver atriði sem í sjálfu sér væri kannski eðlilegra að væru bara afgreidd á vettvangi þjóðkjörinna fulltrúa á Alþingi. Óljós stjórnarskrárákvæði geta skapað hættuna á því að menn velji frekar þá leið að fara með mál fyrir dómstóla frekar heldur en að reyna að ná sínu fram á vettvangi Alþingis þar sem þjóðkjörnir fulltrúar fara með löggjafarvald og þetta er svona hættan í þessu ef ég má draga fram neikvæðu hlutina í þessu sko. Jákvæðu hlutinir eru þeir
að þarna fyrst og fremst verið að árétta einhverja hluti sem nú þegar í lögum, en hvernig munum menn túlka þetta í framtíðinni, ég veit það ekki alveg. Hættan svo sko þegar að menn fara að hrófla við stjórnarskránni að það kosti stundum jafnvel margra ára málaferli að fá úr því skorið hvort og þá hvaða merkingu orðalag stjórnarskrárákvæðina hefur. Þess vegna gott að breyta stjórnarskrá sjaldan af því að þá fæst einhver festa í það hvernig hún túlkuð. En þetta verður áhugavert að takast á við þetta í þinginu vegna þess að þetta í svona umræðunni allavega fram að þessu, þá hefur þetta atriði í raun og veru enga athygli fengið. Og ég myndi segja sko áður en að þetta afgreitt af hálfu þingsins, þá þarf að fara fram miklu dýpri umræðu þetta til þess að reyna þá allavega að leiða fram sameiginlegan skilning á því hvað felst í þessu og hvað felst ekki í þessu. En persónlega sko segi sem svo sko sko almennar stefnu yfirlýsingar sem eru meira svona yfirlýsingar einhver markmið sem vilja ná eða þess áttar eiga kannski síður heima í stjórnarskrá af því að stjórnarskrá hefur lagagildi og stjórnarskrárákvæði eiga að vera þannig að ef menn vilja láta reyna á þau fyrir dómi að þá hafi þau einhverja merkingu, og því almennari yfirlýsingar sem eru gefnar í stjórnarskrárákvæðum þeim mun óljósara hvert inntækið raunverulega og þetta þarf að slípast aðeins og fá meiri umræðu áður en að menn komast til botns í þessu. Það allavega mjög auðveldar að sjá fyrir hvort einhverjum hafi verið heimilað eða ekki heimilað sko förum landið en að ríkið eða að stjórnarskrárbundin réttur manneskju til heilnæms umhverfis að það hafi verið uppnefnt. Þetta dálítið loðið ef það átaka þetta og dæma málið. Sko. Já, í náttúruverndarlögum almannaréttur tilgreindur og það sem sagt það nú kannski ekki alltaf alveg ljóst hvað í honum felst, en í breytingum tiltölulega nýlegum breytingum á náttúruverndarlögunum á þar síðasta kjörtímabili og þar áður, bæði sem sagt í tíð vinstri stjórnarinnar 2009 og svo aftur í tíð stjórnarinnar 2013-16 voru menn að fást við breytingar á náttúruverndarlögunum þar sem menn voru meðal annars að glíma við þetta almannaréttar hugtak, hversu víðtækt það væri í raun, en persónlega þá segi ég sko stjórnarskrárákvæðið bætir kannski ekkert miklu þar við sko. Þetta hefur verið áhugavert. Svona aðeins að lokum bara, hvernig gengur vinnan við frumvarpið í þinginu og líklegt, við komum aðeins inn á það áðan að það var auðvitað verið að reyna að ná þverpólitískri sátt, líklegt að það náist breið samstaða þessi atriði sem náttúrulega ekki mjög mörg þarna í frumvarpinu sjálfur sér, það ekki farið inn á marga kafla í rauninni, en líklegt að menn nái saman þetta fyrir vorið? Það ennþá of snemmt að spá nokkur það, en eins og þú kannski gastar á því það vorðu mínum hérna í upphafi að þá auðvitað raunsætt mat það að með því að tillögurnar njóta ekki fulls stuðnings forystu allra flokkana, þá auðvitað hætta á því að menn fari hver í sína áttina í sambandi við þessa glímu. Það að berja saman og ganga frá lagafrumvörpum getur oft verið mikil málamiðlun að vinna og það á ekkert síður við stjórnarskrárákvæði. Munurinn hins vegar sá að af því að stjórnarskrá á að standa lengri tíma og á að vera þess eðlis að menn geti unnað við hana og lifað með henni hvort sem meiri hlutan á Alþingi á hverjum tíma sveiflast til hægri eða vinstri eða hvort að hér hægri stjórn eða vinstri stjórn eða hvað það að þá samstaðan eða viðtæk samstaða að minnstakosti stjórnarskrárbreytingar miklu mikilvægari heldur en á við venjuleg lög eða lagafrumvörp sem við erum að fást við í þinginu. Stjórnarskráin, af því að stjórnarskráin á að standa lengri tíma, þá mikilvægt að það sé þannig frá henni gengið að nýr meirihluti með ný pólitísk markmið þurfi ekki að byrja á því að fara í stjórnarskrárbreytingar áður en að fyrir að hrinda sínum stefnumálum í framkvæmd. Stjórnarskráin á að geta rúmað
Hún á að fela í sér ákveðna leikreglur það hvernig ákvarðanir eru teknar í samfélaginu, það hvernig valdhafarnir skipta með sér verkum, hver fer með framkvæmdavald, hver fer með dómsvald og hver fer með löggjafavald og hvernig þessir aðilar í grundvallaratriðum haga sínum störfum og síðan mörkin milli þessara mismunandi geira ríkisvaldsins. Það er mikilvægt að þau séu skýr í stjórnarskrá. Síðan fela stjórnarskrá líka í sér mannréttindakafla sem undirstrikar hvaða réttindi borgaranna það eru sem ríkisvaldið má ekki skerða, jafnvel þó að það sé gert með lögum sem samþykktir eftir formlega réttum reglum. Það er tilgangur mannréttindaákvæðanna, það er það að jafnvel þó að hér væri með fullkomlega formlega réttum hætti samþykkt frumvarp sem fæli í sér verulegar skerðingar á tjáningafrelsi, bara dæmi sé tekið, þá væri það óheimilt samkvæmt stjórnarskrá. Stjórnarskráin á að mynda vörn fyrir borgarana að þessu leyti. Og þetta eiga að vera atriði sem, og þannig frá ákvæðum þessi atriði gengið, bæði atriðum sem varða stjórnskipunina sjálfa, leikreglu lýðræðisins, ef við getum orðað það sem svo, og svo hins vegar þessi mörk sem eiga að vernda frelsi borgarana gagnvart ríkisvaldinu, að þegar að þessi atriði þá að vera þannig frá því gengið að þau þoli alveg mismunandi strauma og stefnur á stjórnmálasviðinu. Hægri sinnu ríkisstjórn sem kemst til valda sem vill hrinda sínum markmiðum í framkvæmd á að geta gert það innan marka stjórnarskrárinnar, og sama á við vinstri sinnaða ríkisstjórn sem vill fara í þveröfuga átt, hún á líka að geta gert það innan marka stjórnarskrárinnar, svo fremi sem annars vegar er gætt að formreglunum völd og valdmörk einstakra þáttar ríkisvaldsins og svo hins vegar valdmörkin gagnvart borgurunum. Og samstaðan, eins og ég segi, samstaðan eða að minnstakosti víðtæk samstaða er þess vegna mikilvæg og nauðsynleg, og ennþá er ég hræddur á þeim stað að þessari samstöðu hefur ekki verið náð. Það getur átt við einstök ákvæði í þessu frumvarpi, bæði þau atriði sem ég hef kannski eitt mestum tíma í að tala hér, sem er forsetakaflinn, auðlinda ákvæðið það sem við vitum að ágreiningur eru uppi í þinginu, og náttúruverndar ákvæðið sem kann að eiga eftir að koma meir upp á yfirborðið áður en umfjöllun í þinginu er lokið. Það bæði geta verið skipta skoðunir útfærslu á þessum einstöku atriðum. Fyrirfram getur maður auðvitað aldrei útilokað að það sé hægt að ná einhverju samstöðu, en það er allavega langt í land með það. En vandinn hins vegar er líka fólginn í því að allavega ákveðnir flokkar í þinginu hafa verið mjög fastir í því fari að það megi lítið sem ekkert gera í stjórnarskrármálum nema að það sé í samræmi við þá vinnu sem var í gangi hér á þingi fyrir 8-9 árum síðan, þegar að tillögur eins og kallaða stjórnlagaráðs voru til meðferðar á þingi, og þá er ég að vísa til sérstaklega þingvetursins 2012 til 2013, þegar að frumvarp sem var byggt á tillögum stjórnlagaráðs var til umfjöllunar, að tveir flokkar sérstaklega, og ég nefni sérstaklega Pírata og Samfylkingu, eru rosalega fastir í því að það megi ekkert gera nema sem var í samræmi við það sem þá var á borðinu. Að í raun og veru eina réttmæta leiðin til þess að vinna áfram með stjórnarskrána sé svo að fylgja eftir þeirri vinnu sem þá var í gangi, og þá finnst mér eins og þeir láti eins og hvað ég að segja, vilji þeirra sem voru á þingi 2009 til 2013 og ég með einhverjum hætti að binda hendur okkar í dag, og líka það að það hefði í raun og veru ekkert gerst frá því 2013. Ég meina, síðan eru 8 ár, það hefur reynt á alls konar hluti í sambandi við stjórnarskrána sem kannski voru ekki við getum sagt að það hafa komið upp ný viðfangsefni sem við þurfum að fást við. Önnur atriði sem kannski voru ofarlega í huga manna á þeim tíma er ekkert endilega jafn ofarlega í huga. Þannig að ég segi þeir flokkar sem eru einhvern veginn hugarfarslega fastir í
málsmeðferð stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis vorið 2013, þeir eru ekki að ná miklum árangri í því að leysa þau álitamál sem við þurfum að leysa í sambandi við framgang þessa frumvarps. Píratar og Samfylking hafa þetta lýst í yfir að þau vilji og séu tilbúin að standa að alls konar breytingum sem séu til bóta, en það er rosalega grunnt á því í umræðunni að þau muni ekki fallast á neina niðurstöðu sem ekki verði í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs. Og þá erum við svolítið bara komin ofan í skotgrafirnar sem við vorum á tímanum 2009 til 2013, og ef allar fylkingar í þessu máli halda sig bara fastar hver í sinni skotgröf, þá gerist auðvitað ekki neitt. Það verður áhugavert að fylgjast með framgangi málsins í þinginu. Ég heyri að þú ert svona hóflega bjartsýnn á að það náist þverpólitísk samstaða um málið, en við heldur látum þetta vera lokaorðin í þessum 50. þættum pólitíkina. Við munum halda áfram að fylgjast með þessu í þinginu og fjöllum eftir aftur máli síðar í vetur. Þakka þér, Birgir, fyrir að koma og lýsa þínum sjónarmiðum í málinu og aðeins að skerpa sín okkar kannski allra á stöðu þess. Og ykkur sem hafi hort og hlustað, þakka ég samfylgdina. Lifið heil. Takk hérlega.